Hér hefur kennari sett upp sjálfvirka endurgjöf þar sem nemendur eiga að skila inn ritgerð. Til að byrja með sýni ég sjónarhorn nemanda. Nemandinn opna verkefnið. Efst inngangur kennarans, þá skilaboxi þar sem nemandinn hleður inn skjalinu sínu. Í þriðja skrefinu eins og yfirlestur á skjalinu fara fram og þar getur nemandi núna kynnt sér hvaða viðmið verða lögð til grundvallar í endurgjöfinni. Nemandinn hleður upp skjalinu sínu og sjálfvirkur yfirlestur fer strax af stað. Yfirlesturinn getur tekið mislangan tíma eftir umfangi textans. Leið og mögulegt að byrja að skoða endurgjöfina birtist view feedback knappur hjá nemandanum og þegar yfirlesturinnum lokið koma fram upplýsingar. Hér kemur fram að nemandinn fær 4 hrós og 5 tillögur að endurbótum. Nemandinn smellir á view feedback. Ég notaði þessum tilgangi enskan texta sem ég fann á netinu og var hægt að hlaða niður sem PDF-skrá. Í skjali nemandans eru öll atriði auðkennd sem sjálfvirka endurgjöfin finnur eitthvað að. Tillögur að endurbótum koma fram í panel hægra megin. Það sést að athugasemdir eru snöggt fleiri en þessar 5 sem upplýsingarnar tilgreindu. Það sem Feedback Fruits átti raunverulega við var að tillögur að endurbótum koma fram í sambandi við 5 af 9 viðmiðum. En engar athugasemdir voru varðandi hin 4 viðmiðin og fyrir það fær nemandinn hrósið. Nemandinn getur farið í gegnum ákveðna gerð athugasemda, til dæmis tekið fyrir allar athugasemdir varðandi málfræði eða stafsetningu í panelnum hér hægra megin. Hér til dæmis 71 athugasend varðandi stafsetningu og þegar smeltir á show comments kemur viðmiðið fram efst og allar athugasemdirnar varðandi stafsetningu raðast fyrir neðan. Svo getur nemandinn gengið á rauðina og gert viðeigandi úrbætur. Hér ein athugasend út af málfræði. Nemandinn smellir á show comments og Feedback Fruits sýnir hvar í skjalinu atriðið og kemur fram með tillögu að úrbótum. Nemandinn getur merkt við að athugasemdin sé röng eða gefið henni stjörnur út frá því hversu hjálpleg hún er. Slík endurgjöf sem nemandinn gefur á að hjálpa til við að gera sjálfvirku endurgjöfina smám saman nákvæmari. Nemandinn getur líka smellt á merkingar í skjalinu sjálfu og tekið athugasemdir fyrir í þeirri röð sem þær koma fyrir í textanum eða nota táknin til hliðar við skjalið. Kennarinn getur fylgst með skilum nemenda, skoða þau skjöl sem skilað inn og ábendingar sem nemandi fær. Kennarinn getur líka hlaðið upp sínu eigin skjali til að prófa og skoða hvernig sjálfvirka endurgjöfin kemur út. Hér koma fram viðmiðin sem sett voru til grundvallar í þessu verkefni og samantekt yfir útkomu nemenda úr sjálfvirku endurgjöfinni. Til að læra meira sjálfvirka endurgjöf er best að kynna sér leiðbeiningar og prófa. Takk fyrir.